Verið velkomin í Hljómahöll, þar sem fullkomin aðstaða fyrir árshátíðir, veislur, ráðstefnur og viðburði af öllum stærðum og gerðum. Við þjónustum þinn viðburð frá A til Ö. Nánari upplýsingar á hljómahöll.is. Komið sæl og verið velkomin í Suðurnesjamagasín í sumarbyrjun. Framundan líflegur þáttur með fjörugu fólki. Við förum á rokkað blakmóti í Reykjanesbæ, gróður setjum plöntur, kynnum okkur listahátíð barna og heyrum söng í þætti vikunar. En við byrjum á listinni. Listahátíð barna í Reykjanesbæ hefur verið sett með pompi og prakt í 14. sinn. Forseti Íslands tók þátt í setningarhátíðinni en hann í opinberri heimsókn í Reykjanesbæ. Hátíðin samvinnuverkefni Listasafns Reykjanesbæjar, allra 10 grunnskóla bæjarins og allra 7 leikskóla bæjarins, tónlistaskólans, 2 dansskóla í Reykjanesbæ og listnámsbrautar fjölbrautaskóla Suðurnesja. Við kíktum í Dúsafnahús og ræddum þar við Guðlaugu Lewis hátíðina sem nær hámarki á laugardag. Og hér hún Guðlaug María Lewis, hún við stærsta kött sem ég hef séð. Ég ætla að spyrja hana, hvað eiginlega í gangi hérna? Já, hérna við komin í 14. listahátíð barna og við vinnum alltaf eftir ákveðinni yfirskrift á hverju ári og núna yfirskriftin Hreinn heimur, betri heimur. Þannig að börnin búin að vera í vetur að vinna í rauninni að spá í hvað felst í þessu hugtaki og við vildum nota efnið sem til, ekki að fara að bæta við. Þannig að pælingi var, hvað setjum við í grænutunnuna og getum við gert listaverk úr því. Og þau bara búin að liggja í þessum pælingum vetur. Fyrst að hugtakaskilningi, hvað plast, hvað járn og svo framvegis og síðan að vinna áfram með það. Það verið að taka umhverfisþáttinn alla leið alveg inn í leikskólana. Já, það verið að gera það. Það hefur reyndar alltaf verið einkenni á sýningunum hjá leikskólanum að þau hafa notað það sem við kallum verðlausan efni við. En núna taka þetta ennþá lengra og við til dæmis ákváðum að við ætlum ekki að nota málingu, heldur bara virkilega að pæla í þessu efni við sem við erum að setja frá okkur. Segðu okkur aðeins meira frá þessari hátíð. Þetta byrjar með látum 4. maí sem fjölskyldudagur líka, en svo haldið þið áfram. Já, setningin 2. maí, hérna á 5. daginn og þá opnum við þessa sýningu sem leikskólasýningin, opnum grunnskólasýninguna og listnámsbrautarsýningu fjölbrautaskólans og við verum svo heppin að við fáum forsetahjónin í heimsókn til þess að setja hátíðina með okkur. Síðan þessi stóri fjölskyldudagur á laugardaginn þar sem við erum með bara fjölbrautadagskrá hérna í og við Dúshúsin og það allt ókeypis, það listasmiður, það sirkus, leiksýning og bara alls konar húllumhæ, andlitsmáling, svona allt sem prýðir venjulega hátíð. Og síðan heldur hátíðin áfram, sýningarnar standa til 19. maí og síðan svona viðburðir að tínast utan á. Til dæmis fjörheimar með viðburði fyrir eldri krakka og svo erum við meira núna með málþing frjálsan leik barna sem að tengja sig við hátíðina. Og það draumurinn minn að utanaðkomandi aðilar komi og tengi sig við þessa reglíf sem að barnahátíð og við gerum ennþá betur. Það að segja þegar maður skoða muni hérna að krakkarnir hafa látið hugmyndaflugið springa hreinlega út. Já, þetta til dæmis regnbogi, eins og þú sérð, ekki? Akkurat. Þetta regnbogi, þannig að það alveg, hér kennir ýmissa grasa og bara skoða þessa litlu smá hluti hérna eins og til dæmis dýrin hérna í loftinu, hérna til dæmis einhver skemmtileg fluga, gerð úr sprautu og einhverju plasti og hérna líka regnbogafiskur og... Allir ljós hérna? Þetta sól, já. Já, þetta sólin. Sólin var svona þema hjá okkur. Allir leikskólar gerðu sólir af ýmsu tagi og til þess bónuspokarnir náttúrulega mjög vinsælir í það og alls konar loka af skýrdósum og svona. Og hérna til dæmis heilt býflugnabú úr klósettrúllum og býflugur koma hérna, drífur að í þetta. Þannig að krakkarnir þau hljóta
Þeir hljóta að vera mjög ánægðir með að vera í svona verkefnum. Já, ég er búin að vera að spurja þær leikskólakennarana. Þeim finnst þetta eiginlega eitt frábærsta verkefni sem þeim tekið þátt í. Krakkarnir gleyma sér, þau fara að bóla kafinn í þetta og það er það sem er svo frábært. Það er ekki bara afraksturinn heldur aðdragandinn, allt þetta nám sem fer fram, virkilega pælingar og svona. Og þetta eru líka mjög góð skilaboð til barnanna að hugsa svona meira heldur en kannski áður var gert umhverfið og afleiðingar þess sem að við erum að setja í tunnurnar. Algjörlega, því að eins og ég segi, þó að við höfum alltaf verið að nota verðlausan efni við, þá höfum við kannski ekkert verið að hugsa hann áður, þú veist hvað þetta er. En nú var það algjörlega pælingin og ég er búin að heyra hérna alls konar skemmtilega sögur, börnin að koma með eitthvað heimann sem að, þú veist, hérna þeim finnst eiga erindi í listaverkið og svona. Þannig að þetta er búin virkilega bara sterk skilaboð frá okkur. Og þú hvetur bara bæjarbúa og gesti til að mæta þetta ekki? Algjörlega, hérna á laugardaginn og við ætlum til þess að gera stórt útilistaverk hérna í samvinnu við Bláa herinn. Tommi fann hérna einhvern risastórt, ég veit ekki sinni hvað þetta er einhvern stykki eins og, ég veit ekki hvað þetta er, flotholt eða eitthvað, sem er búið að flytja hingað og við erum búin að vera að safna rusli í það og við ætlum að búa til hérna fisk, stóran fisk hérna úti fyrir framan húshúsin. Þannig að sem er opið fyrir alla að taka þátt í. Þannig að við hvetjum náttúrulega alla til að koma og gera sér glaðan dag með börnunum. Og allt frítt? Allt frítt. Það hefur verið algjörlega svona aðalmerkið okkar, við viljum hafa þetta frítt. Góð samverustund fyrir börn og fjölskyldur. Aldingarður æskunnar í Reykjanesbæ var formlega tekin í notkun á sumardaginn 1. við skrúðgarðinn í Keflavík. Nokkur ungmenni gróðursettu fyrstu plönturnar undir leiðsögn stjórnarfólks úr Suðurnesjadeild Garðyrkjufélags Íslands. Þetta nýja verkefni verður unni í samvinnu garðyrkjustjóra Reykjanesbæjar og leikskóla sveitarfélagsins. Sjónvarpsmenn Víkurfrétta voru í Aldingarði æskunnar. Aldingarður æskunnar, hvaða hugmynd er þetta? Já, hugmyndin er nú kannski fyrst og fremst sú að vekja athygli æskunnar á ræktun og hugmyndin sprettur einnig út af því góða starfi sem hér fer fram á Suðurnesjum. Leikskólar hér eru til fyrirmyndar, hér er einn leikskóli hér við hliðina á okkur þar sem að ræktun er hluti af daglegri starfsemi. Við höfum verið að reyna að ýta við Suðurnesjabúum með fræðslu hér reglulega í okkar litlu Suðurnesjadeild og tekist býsna vel. Við teljumst á landsvísu tiltölulega aktíft félag, lítið félag. Nú síðan höfum við kannski verið að móta einhvers konar stefnu hvað kæmi sér best fyrir svæðið og í raun okkar sem félagsskapur. Og hvað á maður þá að byrja? Maður á þetta sá ungviðinu, fræjunum sem síðan vaksa og taka við og það er eiginlega hugmyndin með þessum garði. Hvað voru það að setja hérna niður? Við vorum að setja niður 4 aldintré og svo settum við niður 2 berjarunnar sem er svona tákgrænt fyrir nafnið. En þetta vísar aldin til afurðar, frævils og fræflu sem er áþreifalegt og aldin vísar líka til okkar sjálfra, okkar barna. Þau eru það aldin sem að uppvex á okkar sæði og ekki. Þannig allt hefur þetta svona skírskotun til þessa nafns. Og hvernig sérðu fyrir þér þetta verkefni Aldingarðinn hérna? Ungviðið og fleiri munu koma að því að gera þetta fallegt og rækta hérna? Já, það er tilgangurinn. Það er að segja að við svona séum kannski pínlítið eftirlitsaðilar og hugmyndafræðingar í því sem að geti farið hér fram, sem til dæmis sem að tekur bara árstíðirnar á haustin, þá myndu leikskólabörnin koma og setja niður haustleikana og bíða síðan eftir því á vori að þeir kæmu upp. Þetta getur verið öfugt, stundum setjum maður vorlauka og síðan getur maður verið með sáðkassa, sáð hér fræi eða tekið hluta af garðinum til þess.
Aldin garður í rauninni bara garður þar sem að aldin afsprengi þess sem að til sáð. Sem dæmi fjölmargar rósir mynda mjög falleg aldin á haustin. Þannig að ég sé fyrir mig að við eigum eftir að planta hér rósum og það dálítið merkilegt. Einu sinni var þetta algjörlega fráleit hugsun að hér myndu þrífast plöntur eins og rósir og síðan blómstra. En svo ekki og það vegna þess að við erum að upplifa svolítið hlýnun og svo hefur alltaf verið að rækta fram ný yrki sem eru þolnari og betur til þess fallin að þrífast. Þannig að eiginlega allur gróður þrífst vel á Suðurnesjum. Það hefur oft verið talað að þrífist ekkert hérna. Ekki allur gróður, svo sannarlega ekki. En það margt sem kemur á óvart og það nýjasta dellan sem ég nú að fá að fara að hér prófa lyngurósir sem að virðast geta þrifist ágætlega svo fremur sem að maður myndar einhvers konar skjól. Nei, langt, þú sér það nú bara hér, sko, þetta nú kirkingslegt tré sem kalið, en hefði maður kannski valið eitthvað annað, aspirnar hérna þrífast vel, ýmislegt, mér finnst sígræni gróðurinn alveg afskaplega fallegur og hann svo fjölbreytilegur og það vel verið að við höfum eftir að prófa það meira hér. Og ég sé að þú hefur þurft hjálp frá okkur blaðaútgefendum hérna, þú varst með blöðin hérna, Víkurfréttir og Morgunblaðið sem settir utan trén. Hvað að baka það? Já, það bara að vita hvort öflugra blað, sko, vegna þess að maður notar gjarnan dagblöðin til að hylja ræturnar þegar maður búinn að setja svolítið mold á, sko, svo til að forða það þorni. Okkur fannst bara sjálfsagt að gera samanburðar og ná þessum blöðum, Víkurfréttum og ég vildi nú halda mig við Morgunblaðið en hérna kollegi minn hann vildi þá taka Víkurfréttir og þannig að það þetta alveg ljóst að við munum fylgjast mjög vel með þessum tveimur trjám þar sem að þessi rannsókn fer frá. Það spennandi. Já, spennandi. Já, takk fyrir. Takk. Vel á annað 1000 manns sóttu öldungamót í Blaki liðina helgi í Reykjanesbæ en mótið kallaðist Rokköld í Reykjanesbæ. Öldungamót Blaksambands Íslands var haldið í fyrsta skipti hér suður með sjó en mótið var í samstarfi við Blakdeild Þróttar í Reykjavík sem hefur reynslu af skipulagningu slíkra móta. 165 karla og kvennalið mættu og mótið fyrir 30 ára og eldri. Komið með okkur í Reykjaneshöll og upplifið stemminguna. Það var að segja að það sé frekar óvanaleg íþrótt í gangi hérna í Reykjaneshöllinni, fyrsta knattspyrnuhúsi Íslands. Já, kannski skemmtilegt einmitt að spyrja þessu því að menn hafa nú talað um þetta sé fjölnota íþróttahús, þannig að nú kannski það fyrsta sinn að sýna sig virkilega. Hérna erum við með risastórt blakmót, 1400 manns yfir 3 daga og náttúrulega bara virkilega gaman að taka að móti öllu þessu fólki hvaðan af landinu til að keppa í blaki. Hvað kemur til að það haldið hérna? Ástæðan fyrir því svo að við það náttúrulega var stofnuð Blakdeild Keflavíkur fyrir 6 eða 7 árum síðan og hún hefur svona verið að vaxa hægt og rólega og það ekki auðvelt fyrir íþróttafélög að taka móti sem móti en við sáum möguleikann einmitt hérna með Reykjaneshöllinni en fengum til liðs við okkur Þrótt í Reykjavík af því að þeir hafa reynsluna af því að halda svona mót og við ákveðum að sameinast þeim og halda þetta mót hérna. En það nú svona ástæðan. Hvernig kynjaskiptingin? Mér finnst ég sjá mikið meira kvenfólki hérna. Já, það er rétt að Blak virðist laða að fleiri kvenmenn heldur en karlmenn. Þetta eru, já eins og ég sagði 1400 þátttakendur, rúmlega 160 lið í allt og þetta á mismunandi getustigi, allt upp í fólk sem er nýbyrjað, upp í rauninni nánast atvinnumenn og kynjaskiptingin er cirka þannig að 1/3 eru karlmenn og 2/3 kvenmenn. Er keppt í mörgum flokkum þá eða?
Já, þetta er í rauninni sko, það er bara einn aldursflokkur sem er 30 ára pluss og svo auðvitað bara raðast flokkarnir svolítið eftir deildum þar að segja. Ég meina, fyrsta deildin eru bestu liðin og svo koll að kolli sko. Og þetta hlýtur nú að vera þokkalegt skipulag. Þú þekki það nú vel að Keflvíkingar og Njarðvíkingar eru þekktir fyrir að halda hérna nettómót ungmenna í körfubolta og það er eitthvað svipað í fjöldi og það þykir meiri háttar afrek að skipuleggja það. Þetta er nú eitthvað þurft talsvert skipulag. Akkúrat og hérna, það er einmitt þannig sko að þegar við sóttum mótið þá þarf að leggja inn umsókn og þá töluðum við það að við hefðum reynslu að halda nettómótið. Og í þessum hópi sem er núna, náttúrulega búið að leggja gríðarlega vinnu í þetta, að þá eru allmargir sem hafa komið að því að skipuleggja nettómótið í gegnum tíðina. Þannig að sú reynsla náttúrulega nýtist mjög vel. Við erum á Grindavík, drulluflottar. Drulluflottar, er það nafnið? Já, það er nafnið. Má maður segja, jú, þið eru nú drulluflottar. Já, það ekki? Já, við erum alveg ágættar, já. Og hvað getið þið sett mér um Blak og Grindavík? Mjög lítið sko. Þetta er eiginlega bara vetur númer 2 sko. Þannig að við fengum eina austan sem að náði sér í Grindvíking. Hún fór á einn öldung fyrir 3 árum, startaði liði og fór norður og svo er þetta er hérna mót númer 2. Já. Hvað æfið þið mikið? Einu sinni í viku, klukkutíma, mjög lítið. En við ætlum að bæta það fyrir næsta. Hvað segir hérna vanakonan að austan? Er hún ánægð með þetta? Þetta er alveg geggjað. Já. Geta þér eitthvað þessar Grindavíkurstelpur? Já, það er alveg drullugóðar. Þar kemur nafnið. Já. Hvað, þurftur að kenna í myndustöðu atriðin og svona? Við fengum nú þjálfara, við erum með landsliðsþjálfara hérna með okkur einu sinni í viku. Er eitthvað svona, hvað getum við sagt, er eitthvað markmið með þessu móti? Er þetta fyrst og fremst svona allsherjar hittingur hjá Blak fólki á Íslandi? Já, það má segja það. Þetta er kannski svona ættarmót Blak fólks og hérna náttúrulega koma allir sem að stunda Blakíþróttina af einhverjum krafti. Þannig að fyrir Blak-sambandi er þetta auðvitað mikið svona bara hluti af uppbyggingarstarfi og svo náttúrulega þetta fólk sem er hérna, það á krakka í íþróttinni. Þannig að þetta eru auðvitað stjórnarmeðlimir úr öllum félögum á landinu og leikmenn og svo framvegis. Þannig að þetta er svona kannski einhvers konar uppskeruhátíð Blaksins, það mætti orða það þannig. Er þið eins og glímunni hérna boksara sem kom inn á í skekkjunum og færið svo úr með viðeigandi athöfn eða? Nei, við gerum það næst. Þið náttúrulega spilið ekki í þeim? Nei, það var ekki hægt. Nei. Það ekki ormin hérna þegar við klúðrum uppgjöf. Við erum með nokkrar refsingar í gangi. Þetta er uppgjafarefsingin. Þetta var flottur ormur. Ég ætla nú ekki að hafa orðað, ég sá þarna svona fólki sem er að passa stigatöfluna, það var jafnvel svona með eitthvað annað en kaffi í bollanum. Já, ég veit nú ekki hvort má segja frá því opinberlega. Nei, auðvitað er hluti af þessu móti að hittast og hafa gaman og það eru skemmtikvöld á fimmtudegi og föstudegi og svo náttúrulega endar þetta með glæsilegu lokahófi á laugardagskvöldinu. Og aftur kannski, þetta er svona einhvers konar uppskeruhátíð. Liðin auðvitað taka sér misalvarlega og svo svona þegar líða tekur á daginn þá kannski fer eitthvað aðeins annað í kaffibollan heldur en kaffi. Þetta lúkkar ekki mjög íþróttalegt. Við erum á rocköld. Í rockbænum? Ó já. Eru það að fara að syngja? Nei! Hvað er í gang? Drepa! Er það hugafarið inn á vellinu? Já, vinna. Annars erum við mjög prúðar, venjulega. Já. Hvaðan komið þið svona prúðar? Haukum, Hafnarfirði. Að stutt að fara? Segðu! Það var reyndar einn í liðinaðan sem sendi saklausum borgara í Keflavík fingurinn og við biðjumst afsökunar á því. Það var óvart. Örmyndasamkeppni var haldin í tengslu við listahátíð barna í Reykjanesbæ. Á annan tug örmynda bárust í keppnina. Allar myndirnar verða sýndar í bíósal Dús-safnahúsa á barnahátíðinni en 3 bestu myndirnar fengu meðal annars þau verðlaun að verða sýndar hér í Suðurnesjamagasíni. Hér koma 3 bestu örmyndirnar að þessu sinni. Hvað erum við að gera við jörðin okkar? Hví erum við að henda
Then only for a minute I want to change my mind, 'cause this just don't feel right to me. Við höfum bara eina jörð. Hugsum við hana. Hvaðan komu þið? Það skiptir ekki máli. Þetta mjög sumpulegt. Ókei, ég skal passa mig næst. Það ekkert næst! Plan A. Þú mátt aldrei henda rusli aftur á jörðina. Hugsaðu náttúruna dýrin. Ókei, ég skal aldrei gera þetta aftur. Nei! Plan B. Nei. Ég sagðist alltaf hætt þessu. Plan C. Nei, ekki plan C. 6.5 hours later. Hvenær ætti eiginlega að hætta? Plan I! Rusl, henda, rusl, henda. Hvað er það eiginlega að reyna að gera? Það virkar ekkert á hann. Hann er ódauðlegur. Ég held að þurfa að fara í plan Ö. Ekki plan Ö. Ójú! Run. Suður með sjó er nýr þáttur frá okkur á Víkurfréttum hér á Hringbraut. Þátturinn er á dagskrá á sunnudagskvöldum klukkan 20:30. Gestur okkar á sunnudag er Margrét Knútsdóttir, ljósmóðir á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja. Í viðtalinu ræðir hún meðal annars það hvernig tölvur og samfélagsmiðlar geti verið að trufla verðandi og nýbakaðar mæður. Sjáum smá brot úr þættinum á sunnudagskvöld. Mæðurnar okkar í dag, verðandi mæður, eru í hópum. Þær eru í Facebook-grúpum. Það eru Nóviborbumbur og Septemberbumbur og allt þetta, sem er frábær félagskapur oft á tíðum. Og þær eru hann að miðla alls konar fróðleik og bara, en það eru oft líka upplýsingar hérna sem eru alls ekki réttar. Það er engin, þú veist, og oft þessar upplýsingar eru að valda kvíða. Og þess vegna erum við, og við segjum bara, þegar konur kom í mæðravernd, þá erum við bara, hér eru við ljósmæður vakt 24/7, ef það er eitthvað, getur alltaf hringt og fengið upplýsingar frá fagaðila. Þá var það ekki fleira í þætti vikunar að þessu sinni. Áður en við kveðjum, þá viljum við minna á aðra miðla okkar hjá Víkurfréttum. Víkurfréttir kom út vikulega og dreift í næstum 10.000 eintökum inn á öll heimili og í fyrirtæki á Suðurnesjum. Víkurfréttavefurinn vf.is er með fréttir alla daga vikunar og kylfingur.is er með golffréttir alla daga ársins. Þennan þátt og eldri þætti af Suðurnesjamagasíni má sjá á Víkurfréttavefnum og á hringbraut.is.
Við endum þáttinn á tónlist. Þann 7. maí næstkomandi heldur kvennakór Suðurnesja glæsilega tónleika í Stapa með yfirskriftinni Dýfur. Á tónleikunum ætlar kórinn ásamt hljómsveit að heiðra söngkonur þar sem sungin verða lög sem þekktar söngdýfur hafa gert vinsæl. Kórkonur fá til liðs við sig eina helstu söngdýfu Íslands, Heru Björk, en hún mun syngja með kórnum á tónleikunum. Við kíktum á æfingu í vikunni þar sem kórinn tók fyrir okkur lokalag þáttarins. Þangað til næst, verið sæl.